Skulum við skoða hérna þetta dæmi sem á að rita án rótarmerkja með jákvæðum veldum. Þannig að þá myndum við bara byrja á því að skipta út hérna, það er fjórða rótin sem að verður þá veldi 1/4 í staðinn. Það er að segja a í 7, b í 5 deilt með 16a mínus öðru, b í 13 fer allt saman bara í veldi 1/4 í staðinn fyrir fjórðu rót. Og svo rifjum við upp að þegar að svona svíi er í einhverju veldi, að þá er allt sem er innan í sviganum í þessu veldi. Þannig að allt sem er inn í sviganum, bæði fyrir ofan og neðanstrik, er í veldinu 1/4 og það þýðir að við þurfum að margfalda veldin saman. Ég semst búin að skrifa þetta upp hérna þannig að allt sem er inn í sviganum er í veldinu 1/4. Það passa ég að taka með hérna a og b uppi, margföldunarmerki hérna á milli. 16 a mínus öðru og b í 13. Og sem sagt margfalda þá saman núna 6 sinnum 1/4, það verður 6/4. 5 sinnum 1/4 verður 5/4. 16 í veldinu 1/4, það er eins og að taka fjórðu rótina af 16 og það er bara 2, því að 2 í fjórða veldi er 16. Svo kemur a, hérna mínus 2 sinnum 1/4, það er mínus hálfur, eða mínus 2/4, við getum haft það þannig. Og svo 13 sinnum 1/4, það verður 13/4. En takt eftir því að það er sama grunntalan hérna, a og svo b og b, þannig að við getum sameinað þetta meira. Ef við hugsum bara a, að þá er veldareglan hérna sem segir okkur að ef að þú ert með sömu grunntölu og deilingamerki á milli, að þá tekur veldin og dregur neðra veldi frá efra veldinu. Þannig að hérna myndum við segja að þetta er þá a í veldinu 6/4 mínus 2/4. Út af því að það er gula a hérna deilt með gula a, að þá erum við að draga veldin frá hvort öðru. Ég ætla að setja þennan tvist bara strax á sinn stað og svo ætla ég að skoða b næst. Þá er ég með b og 5/4 mínus 13/4. Og nú reikna ég þetta út. 6/4 mínus 2/4, það verður þá 6/4 pluss 2/4, 8/4, þannig a er í veldinu 8/4. Og 8/4 er náttúrulega bara 2. 8 deilt með 4 er 2, þannig ég ætla bara að segja það strax svona. Tvisturinn er á sínum stað. Svo kemur b, 5/4 mínus 13/4, það gefur okkur mínus 8/4. Sem er auðvitað bara mínus 2. Það var beðið að skila án rótarmerkja, við erum búin að losna við það, og bara með jákvæðum veldum. Og þetta hérna er ekki jákvætt veldi. En ef að við bara svissum og setjum b hérna, þá er það orðið jákvætt. Þannig að ef að b er uppi í einhverju veldi og þú færir það niður, að þá eru öfug formerki. Og það mætti kannski bæta bara við veldareglurnar að a í veldinu mínus 1 er sama eins og að deila þá með öfugu formerki. 1 á móti a í pluss. Semst a í veldinu mínus n er þá, semst, já. Þannig að þetta er svarið við þessu dæmi. Fyrst byrjum við á því að losa okkur við rótina með að setja allt saman í veldi 1/4
Og svo bara að passa sig að vera með sviga og ekki gleyma neinum lið og draga svo saman þar sem eru sömu grunntölurnar, þessar gulu og bláu, og nota sviga, passa formerkin, það eru algengustu klaufavillurnar. Hérna til dæmis hefði geta komið smá klaufavilla. Og muna svo að ef þú vilt fá svarið í jákvæðum formerkjum, jákvæðum veldum segi ég, að þá er hægt að leysa það með því að færa svona niður og breyta formerkjunum.